Var það bara splæst í skyrtu í tilvíðin dagsins? Já, ekki minna. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara hrikalega góð. Bara stórkostlegt að vera komin upp með Fylki aftur og eftir að við fellum með sæmd í fyrra og þá rosalega gott að vera komin aftur upp með þeirra bestu og þá er allavega einu markmiðurinn náð og næsta markmið er Íslandsmeistari í deild. Og þannig að klára þess að þrjá leiki sem eftir eru með reisn og þetta sumar. Þið eru bara, það er bullandi sjálfstraust á liðinu og þið eru að slátra hérna þriðja besta liðinu fyrir þessa umferð bara nokkuð samferðandi heimavelli. Já, það er bara, við erum í góðu floti sem maður segir og skora heldur, veit ekki hvað mörg mörk eiginlega, 57 mörk eða eitthvað, hvað sem það er og fá okkur 21, það er 6 af vítum, þannig að við erum bara að spila mikið vel í sumar og það er rosa sjálfstraust til lið, við erum alltaf að vinna 10 leiki í röð og það er áður að gera jafntefli á unnum og þannig að við erum búin að leiða svona fundið taktinn og við veitum alveg hvað það þarf til þess að vinna leiki, það er erfitt að vinna fótboltaleiki eins og ég hef sagt áður og við höfum haft mikið fyrir að vinna þessa leiki. Við erum bara með útrúlega ungt og sprætt lið, meðalaldurinn 21,4 eitthvað í þessu liði, sennilega yngsta lið í lengjudeildinni og það er bara framtíð. Við erum bara útrúlega ánægðir með gengi liðsins og með þessa stráka, útrúlega stoltur af þeim. Vinna fyrir næsta tímabil hafin eða hefst hún bara á... Já, núna er það klárt, við förum upp og spilum með þeirra bestu næsta ári og þannig að við förum náttúrulega í þá vinnu að styrkja umgjörun okkar og sjá hvar við þurfum að styrkja liðið en það er ekkert svaka breytinga held ég. Fáir þjálfarar sem þekkja deildina betur en þú lítur að vita svona hvað þú þarft að gera. Já, ég er alveg með það í hausnum og það er svo veist sjálfur þá það er ekkert, ég er ekki að fá einhverjar menniðinni, ég ætla bara að fá leikmenn sem styrkja liðið okkar og réttu karakterina og kannski ekki endilega best fótboltamenn en allavega svona sterk karakterar sem getur hjálpað okkur áfram með næsta stall. Við erum alltaf með frábært lið og ungt lið og þannig að þeir verða að fá tækifæri með þeirra bestu á næsta ári og við reynum að gera þetta skynsamlega og stilla upp sterkur liðið þá en við ætlum að klára þetta mót núna eins og sagði hann með stæl, klára það og síðan verður sterkir næsta ári. Þegar þið fjallið í fyrra kom annað til greinan að þú yrðir áfram og myndir taka liðið upp aftur? Nei, bara gert því núna í dag? Fyrsta æfingin mín í fyrra var bara með leið vel frá og það var frábær aðstæði vel hugsað okkur og það var gott að vera og lífið hrikalega vel frá og bara gott heim í kringu sem stráka og við þurfum bara að stakka það og gera ennþá sterkara. Nei, ég er bara til í þennan slag og ég sé ekki eftir því, búin að vera frábært sumar og við þurfum bara að klára þetta sumar aftur með stæl og ég var leiðilegt að falla í fyrra en við áttum ekkert meira skilið í fyrra. Fengum okkur alveg hellingamörkum og það var bara fínt fyrir Fylki að fara og reynsa þess til. Það var 12 leikmenn farin þetta frá því fyrra og ekkert svo margir komur inn, þannig að við höfum gert það rétt. Takk hjá, til hamingju. Takk.